Þín ánægja. Komið þið sæl. Við sjáum á þessar gervitunglamynd hér lægðar miðju norður af landi. Hún dældi norðan vindi á Vestfirði. Það var nokkuð hvasst, jafnvel stormur og var snjókoma með þessu, þannig að það búið að vera vetralegt þar og einnig víða á norðanverðu landinu. En þessi lægð, hún er svona að hörfa. Við sjáum hér þessa litlu lægð, það sem er þó mun meiri frétt. Næsta sólarhringinn er þessi lægð sem kemur hér úr austri. Þetta er mjög óvenjuleg ferð eða leið sem hún er að taka, myndast hér og fer síðan til vesturs fyrir norðan land. Við sjáum hér þéttar þrýstilínur, mikil úrkoma, margar viðvaranir í gildi fyrir norðan og vestanvert landið. Á miðvikudaginn þá dregur síðan vel úr vindinum og mun hægri suðlægar áttir í kjölfarið. Á hitasvæðinu sjáum hér það er heldur hlýrri loftmassi sem er hér aðeins með lægðinni fyrir norðan, þannig að þetta verður rigningslita eða snjókoma. Engum verður það snjókoma hér á norðvestanverðu landinu með þessu þó nokkuð mikla vindi og við skoðum hér þróunina núna næsta sólarhringinn. Það var að renna úr gildi hér gul hríðarviðvörun á Vestfjörðum en þessi lægð er síðan að hverfa á braut. En við tekur þessi lægð hér í fyrramálið og við sjáum hér komin gul viðvörun á Austurlandi að Glettingi. Það er vegna vinds, það er hvassviðri stormur þar og á Norðurlandi eystra þá er einnig hríðarviðvörun. Það er hvassviðri stormur og þó nokkur úrkoma. Það er líklega rigning alveg á láglendi en síðan er þetta orðið að slitta og snjókomu þegar er komið til fjalla. Hér sjáum við einnig það er gildi viðvörun á Vestfjörðum. Hún tekur gildi núna klukkan 7 í fyrramálið. En þegar við skoðum þetta aðeins nánar, við sjáum hér úrkoma allt norðanvert landi. Það verður illfært þar á morgun. Það er ekki ráðlegt að fara í nein ferðalög. Og við sjáum hér hitinn, hann er frekar lágur víða í kringum frostmarka upp í 5 stig. Sjáum hér norðaustan til við ströndina jafnvel upp í 5 stig. En það er erfið færð á fjallvegum þarna síðan þegar við horfum hér fram eftir degi bætast viðvarandi við hver af annari þegar lægðin færist hér til vesturs og appelsínugula viðvaranir að taka gildi hér á norðvestanverðu landinu upp úr hádegi og við sjáum að þetta er appelsínugult og sjáum það þó nokkur vindur í þessu. Úrkoman er einna mest á ströndum og á Vestfjörðum og vindurinn er einnig mjög mikill á Breiðafirði. Við sjáum einnig á þessari mynd hér að það eru viðvaranir alveg í gildi hér suður með Vesturlandi alveg að höfuðborgarsvæðinu. Þar er útlit fyrir upp úr hádegi, taki gildi viðvörun sem er vegna hríðarveðurs eða það er norðvestan hvassviðri og slydduél eða él á höfuðborgarsvæðinu. Er það í gildi alveg fram eftir kvöldi þannig að það gæti orðið eitthvað hált eða erfið færð sérstaklega efri byggðum svona seinni partinn á morgun. En hér sjáum við að það er búið að draga úr vindinum og úrkominu hér norðaustan til og allar viðvaranir fallnar úr gildi þar. En það er halda áfram hér norðvestan til fram eftir degi. Þetta veður, það er óvenjulegt, þessi norðvestanátt. Hún er mjög sjaldgæf á Vestfjörðum, hún nær alveg inn á firðina þarna með þessu. Það er mikil úrkoma í þessu veðri ber að taka alvarlega. En síðan þegar líður á kvöldið að þá er að draga úr þessu en gasmengun til suðausturs á morgun. En þegar við horfum síðan fram eftir degi er lægðin hér að fara til suðvesturs, dregur úr vindunum, snýst síðan yfir í suðlæga átt hjá okkur á miðvikudaginn. Og það er svona 8 til 15 metrar á sekúndu og skúrir eða slydduél sunnan og vestanvert landið en þurrt hér norðaustan til. Á fimmtudaginn snýst í norðaustan storm, jafnvel hvassviðri storm hér suðaustan til með rigningu, annars víða þurrt og bjart. En hjá okkur á morgun, það er skæðræðisveður norðan og vestanvert landið. Viðvaranir í gildi allvíða, einna vestar norðvestanlands þar sem eru appelsínugular viðvaranir. Sjáum hér hvenær allar viðvaranir taka gildi á morgun og það er að gera að fylgjast vel með veðurspám því að það þarf ekki mikið að breytast til þess að það snar versni. Segjum þetta gott í bili, verið sæl.